en þær geta gert mun betur en það gerði í síðasta leik. Jensen Barton og Amanda komið til liðs við KA núna eftir áramót. Jensen Barton frá Bandaríkjunum og Amanda frá Brasilíu. Og já, þær fréttir bárust úr herbúðum KA í gær að Lorenzo Ciancio hættur með liðið. Og þarna sáum við í bakið á nýja þjálfarunum Filip Sevcik sem að mér klára þetta tímabil með stelpunum. Hann hefur þjálfað kvennalið KA í mörg ár og spilar auðvitað með karlaliðinu. Þannig að þetta ekkert nýtt fyrir honum að hvernig þetta lið kom út hjá KA stelpunum. Hinum megin það Matthew Gibson sem hefur þjálfað lið Stjörnunnar frá áramótum. En hinn rimman í annar umferð í þessari keppni var HK Völsungur þar sem að HK vann 2 leiki 3-0. Þannig að þær eru komnar í undanúrslit og munu þá mæta Þrótti Nes núna eftir páska. Við byrjum að kynna fyrir og þjálfara Nes og við erum að gæsta með Fyrirliði í liði Stjörnunnar Rósa Dögg Ægisdóttir. Já, Rósa Dögg Ægisdóttir fyrirliði, hann númer 9. Og Matthew Gibson á hliðarlínunni. Ásta Lilja Harðardóttir. Ásta Lilja Harðardóttir, númer 9 hjá KA. Og Filip þjálfarinn. Já, eftir páska hefst síðan undanúrslitarimman en þar þarf að vinna 3 leiki til að komast í úrslit. 5. apríl mætir Þróttur Nes HK og sama dag mætir Afturelding annarkvort Stjörnunni eða KA. Kemur í ljós hér í kvöld hvort það verði Stjarnan eða hvort við förum í 3. leik. Og þarna sjáum við dómara dúó Norðurlands. Marino Þorstinsson, aðaldómara og Gunnar Garðarsson á gólfinu. Og þá lið Stjörnunnar kynnt til leiks byrjunlið. Það séum við Brynju Maríu Ólafsdóttur, Dýrleif Hanna, númer 2. Ragnheiður Tryggvadóttir, atkvæðamikil í síðasta leik. Það er Ásthildur Gunnarsdóttir, númer 7. Fyrirliðin Rósa Dögg, uppspilari liðsins. Og Erla Rán Eiríksdóttir. Það er Sóli Berg sem að spila stöðu Frelsinga í dag. Þannig innan númer 4 KA. Sóley Karlsdóttir, númer 8. Ásta Lilja, númer 9. Arnþór Eik, uppspilari, númer 10. Þannig sjáum við Brasilíu stelpuna, númer 18, Amanda Caroline. Jensen Barton, númer 20. Helga Guðrún, líbero segi ég.
Það eru K.O.-stelpur sem að byrja með boltan. Og það er Arnrún Eik, spilari liðsins. Og við erum færnast að fín uppgjöf þarna, ágætis móttaka hjá Sólu. Erla Rán með laumu. Slægt uppspil þarna hjá Arnrúnu uppspilara. Hún veit upp á sig sökina. Jensen Bartól gat ekki nú þessu. Og það er Ragnheiður Tryggvadóttir sem fer í uppgjöf fyrir Stjörnuna. Slök móttaka þarna. Jensen Bartól spilar upp á Ástu. Og Birta Björnsdóttir hinum megin. Fín sókn hjá Erlu Rán. Og Ásta. Brynja María með fína línu þarna. Sem að Arnrún réð ekki við. Fín sóknuna hjá Jensen Bartól og Erla Rán slær þennan út. Fyrsta stig K.A. í hús og Bartól í uppgjöf. Amanda setur hann auðveldan yfir. Rósa og Brynja setur hann langan aftur. Og Ásta Lilja fín og sók úr 2 og skora hérna stig 2-2. Bartól setur boltan inn í þetta. Fín móttaka þarna í Halldóru. Amanda slær í blokk. Það er Halldór sér gangandi. Ásta fín og sókn þarna. Annars stíðan er Ásta Lilju. Þessi er úti. Slær hann út. 5-3, þetta er fljótt að breytast. Erla Rán fer í uppgjöf. Amanda setur hann lausan. Birta ver hann og ver. Brynja með laumu. Ásthildur fær hann á miðunni. Smá misskilningur hann hjá K.O.-stúlkum. Já. Stig til Stjörnunar, 6-3. Erla með flottar uppgjafir sem að K.O.-stúlkur
ráða illa við. Misskilningur þarna. Þarna þurfti engar að taka hann. Enginn hafi áhuga á því. Og Ásta Lilja fer í uppgjöf. Ástildur með fyrir aftan. Fín blokki á Amandu en ágætis undirtekun hjá Stjörnunni. Amanda fær hann aftur. Þessi skilastigi. Fyrsta stiginn á Amandu. Hef verið að tala þetta rétt. Þessi fyrir lofti. Hjá Ástu Lilju. Blokkar uppgjafir hjá Ástu Lilju. Stjarnan K.A. komin yfir sig. Þriðji Ástin í röð. Ekki oft sem maður sér þetta. Stjarnan ræður ekkert við þetta. Já, ég skal segja hvað. Fjórði Ástin í Ástu Lilju. Hún kom með 6 stig af 9 K.A. stigum. Sjáum hvað gerist núna. Það er einhver að fara að taka mótið þarna hinum megin. Fín sókn þarna hjá Amandu eftir flottu spil hjá Arnrúnu. Gengur allt upp hjá K.A. þessa stundina. Þetta er svipur byrjun og við sáum í fyrstu hrinnu í síðasta leik þessara liða. Það hvort að K.A. skilur halda þetta út. Þessi er úti hjá Ástildi. Matti Gibson líst ekkert á blikuna og tekur leikhlé fyrir Stjörnuna. Hann hlýtur nú bara að vera að tala það lagamóttökuna. Og eina góða móttöku og skila svo. Það er ekki verið flókið. Erfitt að fá á sig marga Ása í röð. Ásta Lilja enn í uppgjöf. Hann heldur áfram að gefa vel upp en þarna fín móttaka. Og góð sókn þarna hjá Ástildi. Það var 8 stig í röð þarna hjá K.A. Fóru úr 3-6 í 11-6. En nú sjáum við Brynju Maríu Ólafsdóttir. Hún getur líka verið með góðar uppgæðir. Fín móttaka hjá Burton. Það sáum við áðan líka. Það er einhver smá taugatitringur hjá liði Stjörnunnar. Amanda Caroline er í uppgjöf. 12-7. Og uppgjöfin, fín móttaka hann hjá Ragnheiði. Erla Rafnór afturlínu. Sóley Rósa laumar. Amanda er þarna og Burton. Fína laumu.
Vel gert þannig í Ástildi að slá bara í puttana á KF-stúlkum og út. Spila stig fyrir Stjörnuna. Og fer síðan sjálf í uppgjöf. Og uppgjöf. Já. Smá klúður hérna hjá KF-stúlkum. Gott uppspil hérna hjá Arnrúnu, góð sókn hjá Burton, en Ástildur ver þetta vel. Þessi er úti hjá Stjörnunni. Hrikalega fast slag hérna hjá Burton, en Ástildur á góðum stað. Hann inna í uppgjöf, setur hann inn, já. Þá er litið erfitt að sjá endalínunar þarna, að blanda saman þarna svarta og hvíta. En þessi var inni. Stónfælt annan, fín blokk. Rósa í uppgjöf. Fín móttaka hjá Amundu Burton. Setur hann út. Kakov, djúpan vinkil hana. 11-15. Fín móttaka. Burton. Það er góð sókn. Það er Arnrún Eik sem fer í uppgjöf. Fín móttaka hjá Sólu. Og Erla. Góð sókn. Burton kemur þarna, reddar þessu yfir. Rósa og Brynja. Slæði hendurnar á Burton, hann blokkar hann út. Og Ragnar í uppgjöf. Góð móttaka. Burton. Fær hann aftur. Birta þarna velvakandi. Allar á hann. Slær hann í neti og síðan rúlar hann í gólfið. Veit ekki hvort þetta var ætlun hjá Erlu, en þetta skilaði stigi. Stjarnan nálgast KA stúlkur óðfluga. 2 stiga munur. Og móttaka hann á Amundu. Ásta slæðir hann út. Það er komin í nýja stöðu þarna. Ásta Lilja hefur undanfarnarleiki verið á miðunni, en er komin núna í stöðu Díó. Burton gerir þetta vel. Stendur bara miðar, setur hann beint í miðuna, þar sem enginn var.
Það sem ég uppgjöf. Það er úti hjá Ríkleifu. Leit Ríkleifu vel út hérðan. Glæsileg uppgjöf Burton sem þær ná ekki að skila. Nítján 15. Í móttaka af Brynju kemur sjálfur svo, setur nú langan aftur á Burton. Amanda setur þennan í blokkina út. Hann hlaut að vera, hann var það langt út hjá henni. Og Stjarnan tekur sitt annar leik hér. Stöðin 15-20. Já, Stjörnustúlkur þurfa bara að fara að laga móttökuna sína, myndi halda Matthew hefur að segja, og reyna að setja boltan einhvers staðar annars staðar en í 6. Það eru Burton og Amanda alveg tilbúnar og eiga í litlum vandræðum með að verja sóknirnar. Hér Erla glæsilega sókn og Ásta-Laufin er ekki að laumanum yfir. Dýrleif Hanna, Sigmundsdóttir í uppgjöf. Góð móttaka þarna. Ásta setur í blokkina. Brynja María, Rósa, Ásthildur með góða sókn á miðjunni. Og Amanda setur þennan inn. Glæsilegt smass hjá Amandu. Caroline Martins. Og þá er það Sóley í uppgjöf. Erla fær þennan, laumar á Ninnu, Arnrún og Ásta. Setur hún auðveldan yfir á Rósu. Sóley spilar upp á Erlu. Hamrar hann á Burton. Új. Miskilíku þarna milli Sóleyjar og Arnrúnar. Búin að sjá núna 2 bolta hjá báðum liðum sem að detta svona í milli 2 eða 3 leikmanna. Þetta má ekki gerast. Erla Rán Eiríksdóttir fyrir í uppgjöf. Setur hann á Erlu, Ásthildur, Íngvald þarna. Erla setur hann á góðan stað þarna. Fín sókn á Erlu Rán og gott uppspil frá Rósu. Laumar þessum og þessi fyrir lofti hjá Ninnu. Dálítið klaufalegt svona á síðustu metrunum í hrinunni. Nú skilur hans 1 stig í liðin að. Það fer að verða ansi líkt fyrstu hrinunni hérna út á Álftanesi í fyrradag og Filip tekur leikhlé.
ég held að Káastúlkur fyrir bara aðeins að minnka stressið akkurat núna. Ok, eina góða móttöku að skila. Kom fín móttaka. Og Amanda setur hann í netið og niður inn fyrir 30 metra. Mikilvægt steg. 22-20. Ásta Lilja tók hérna einhverja 17 ása á hann, segja hvað hann gerir núna. Góð móttaka hjá Brynju. Ásthildur laumar á góðan stað þarna en Amanda nær honum. Börton úr afturlínu. Ragnheiður með ágætisvörn. Rósa laumar. Og Börton setur hann langan aftur á Birtu. Nei, Sóley er þarna komin. Og Erla Rán setur hann á milli Ástu Lilju og Börton. Og skorar á sig hérna og jafnar 22-22. Börton, þetta er við þetta. Amanda slær í netið, já, sýndist það. Og aðeins á nálægt netinu, boltan hann frá Arnþrúnu. Samt óþarf að slá í netið. Philip tekur leikhlé nummer 2. Það var bara spurning hvort liðið hefur sterkar taugar hérna í lok fyrsturinu. Já, Brynja setur þarna inn netið. Sárt fyrir Stjörnustelpur. Óþarfa mistök. Og Amanda fyrir uppgjöf. Sem að þýðir bara það að Börton er komið fram. Fín móttaka hjá Ragnheiði Tryggvadóttur, Ásthildur laumar, Arnþrún. Amanda setur hann á Börton, nálægt netinu. Og fín blokk í Stjörnustelpum. 24-23, það vantar 1 stig til að klára þessu hreinu. Og svo gott sem stela sigrunum í fyrstu hreinu eins og þeir gerðu út á Álftanesi. Ásthildur í uppgjör. Amanda, Erla Rán, Rósa og Erla setur hann út. Við erum að fara í uppbækun eins og í síðasta leik í fyrstu hreinu. Það er Ninna Rún í uppgjöf. Setur hann út. Káa trommar þannig ekki sáttu við það. 25-24. Ætlar Rósa að klára þetta fyrir Stjörnuna. Kemur í ljós. Amanda með góða móttöku. Börton fær þennan. Og Erla Rán og dýrleif blokka þennan beint í
26-24. Eftir að hafa verið undir mestallarhinna stigu Stjörnustelpur upp í lokrinnar, tók hana 26-24. Skulum taka okkur smá pási. Velkomin aftur, við erum að fara í gang hérna í aðra hrinu hérna í Naustaskóla á Akureyri, þar sem að KA og Stjarnan mætast í sínum öðru leik. Fyrsta hrinan fór 26-24 fyrir Stjörnuna eftir að KA stúlkur voru yfir næsta hrinuna. Það er fyrirlið Stjörnunar, Rósa Dögg Ægisdóttir, sem hefur þennan leik aðra hreinu með því að setja boltann í netið. Melina Börton með fína uppgjöf og Rósa, einhver KA stúlka í netinu. Og Ragnheiður Tryggvadóttir í uppgjöf. Góð uppgjöf Ragnheiður, góð móttaka og Amanda. Birta spilar upp á Brynju Marju sem að slæra hann í andinuna og gefur KA stúlkum þetta stig. Það er Sóley, númer 8 í uppgjöf. Góð uppgjöf og hinn Sóley í móttöku. Ásta Lilja, fína sók, setur hann í hendurnar á Brynju og í gólfið.
Sóley heldur áfram að setja nöfnum sína. Dýrleif, laumar þetta bara í neti sýndist mér. Glæsilegur ásarna. 5-1. Stúlkur hafa ekkert látið það á sig fá að tapa fyrstu hrinnu þarna undir lokin. Koma bara brjálega til leiksina í aðra hrinnu. Utan þetta. Fín sirpa þarna hjá Sóleyju Karlsdóttur. Stelpa fædd 2002. Hinum megin er það Dýrleif í uppgjöf. Arnrún og Amanda. Rósa þarf að taka þennan. Ásthildur spilar upp á Erlu. Arnrún, Ninna og hver. Amanda. Skilastíð. Já, Kástúk með þetta steg 7-2 og Ásta í uppgjöf. Ákveðis móttaka Brynju, Ásthildur og Amanda. Já, aðeins svo nálægt þarna fyrir Amandu. Já, Erla í uppgjöf. Barton spilar upp á Amandu. Hörgusson, erfiði færi, fær þarna uppspil frá Barton. Aftan erfitt að vinna úr því en Amanda gerir það mjög vel. Og Amanda í uppgjöf. Rósa Dögg Ægisdóttir með glæsilega laumi þarna. Fékk móttökuna að svona nálægt netinu og nýtti það. Brynja María, góðan ás hérna. Vel retta þarna hjá Erlu Rán og ómögulegri stöðu og Ásthildur klárar þetta. Átta 6. Fín móttaka hjá Amandu. Barton. Ragnheiður. Amanda. Glæsilega gert þarna hjá Káastúlkum. Rósa, fínt laum og Barton. Erla. Fín skorpa hérna. Hver klárar? Ekki er það Barton. Erla. Glæsilegt flak sem við erum að sjá hérna. Birta spilar upp á Erlu í afturlínu
sem að klára þetta með smassi hérna niður línuna, glæsilega gert. Mikið stöðuna í 1 stig, 8-7. Þetta var ekki það sem að Kástúkur ætlaði að gera. Horfði bara boltan detta í gólfið og Stjarnan jafnaði þar með 8-8. Ragnheiður Rósa hann að pressa þarna boltan á úrslitinu. Ragnheiður nær ekki að vinna úr þessu. Þessi er úti. Níu, afstildur í uppgjöf. Já, Arnún hleypur hann út í vegg til að spila þessum upp. Rósa og Dýrleif. Amanda. Börton setur þennan í netið og í gólfið. No, you're staying, sorry. Outside. Laum hérna hjá Ragnheiði. Amanda setur hún langan aftur á Erlu. Ragnheiður. Fín undirtekun hérna hjá Sóley. Erla. Arnrún og Börton. Hefti sókn en fín vörn hjá Brynju. Rósa hoppa bara í netið þarna. Arnrún í uppgjöf. Góð uppgjöf og fín móttaka. Erla. Já, það var of langur sprettur fyrir Arnrúnu. Og Rósa fyrir í uppgjöf. Ekki tókst þessi móttaka hjá K.O.-stúlkum. Og Stjarnan jafnar aftur 11-11. Þessi móttaka var eins og góð hjá Helgu Guðrúnu. Börton laumar honum. Birta komin hérna. Og Erla. Og Ásta setur hann í netið. Ásta laumar þessum. Rósa tekur hann og Birta spilar upp á Erlu. Þessi er inni, sýndist mér. Já, þetta er á línunum hérna hjá Erlu. Gott slag. Og 13-11. Góð blokk hérna hjá Dýrleifu.
leikli. Ég kannski farið yfir það að þessar myndir eru 20 ára landslið drengja stattir í Færeyjum á EM smáþjóða og unglinga. Keppa þar á móti Luxemborg, Skotlandi og Færeyjum. Fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt í þessari keppni. Og rétt í þessu var að ljúka leik strákana á móti Færeyjum. Fór 3-1 fyrir heimamenn. Á morgun mæta þeir Luxemborg klukkan 2 og sunnudaginn er það Ísland-Skotland sem hefst leikir klukkan 2. Getið fundið link á leikina inn á bli.is fyrir EM-kapping í flogbolti. En á Akureyri erum við hér í Naustaskóla og Rósa er að skila hérna ás. (15-11) Stefán í góðri stöðu. Fín móttaka, Burton. Ásta fína sókn. Ásta spilar upp á Ragnheiði. Og Edda slær þennan út. Burton í uppgjöf. Hörkusókn, já, Erlu Rán hamrar hann þarna. Þessi er inni. Fínna svona hjá Ragnheiði. Ásta. Erla með góð sókn. Erla komin í gang. Það er nokkuð ljóst. 18-12. Filip tekur sitt seinna leikli. Svo ég talaði með hann, það virðist þetta að vera þróast ansi líkt og síðasti leikur. Nú þarf að KF lukkar að halda haus og þeir ætla að eiga séns hérna í annarri hreinu. Dýrleif, Amanda og Barton setur hann yfir, ekki Burton. Erla verður þarna og Barton. Þetta var í honum en tókst ekki alveg nógu vel hjá henni. 13-18. Ekki þarna og fín móttaka. Dýrleif. Brynja blokkar hann yfir. Miskilningur. Ásta átt að fara í þennan. Já, eða nynna.
allavega önnur. Og Dýrleif í uppgjöf. Allt og nálægt hérna fyrir Amöndu. Rósa á Erlu. Og Ásta fær þennan. Vinklar hún vel hérna. Brynja setur til netið. Ekki samt með sig þarna. 14-19. K.O.-stúlkur er það inn í þessari sérinu. 5 stigur, engin munur. First ball, right away, let's go. Fín móttaka á Brynju, Ásthildur kemur í skot þarna og glæsileg svo. Þessi er úti hjá Erlu. Og Amanda í uppgjöf. Új, setur hann allt á stuttan. Fín uppgjöf hjá Brynju. Barton heitir hún. Ragnheiður setur hann í puttana á Arnrúnu. Aftan á völl. Tuttugu og 3-15. Það fer að vera ansi erfitt fyrir K.O.-stúlkur. Ómögulegt jafnvel. Eða hvað? Barton kemur hér. Glæsilega svo beint á línuna. Hún er ekki hætt. Og K.O.-stúlkur gera skiptingu. Halldóra Margrét kemur inn og Ninna Rún út. Við séum þessi skiptingu dálítið hjá K.A. Halldóra með þrjusu uppgjafir. Uss. Það sannaðist hér. Það er rosa skrítið að taka á móti þessu og slæra hann lágt. Einhvern veginn kemst hann samt yfir netið og sígur síðan bara eitthvert. Önnur góð uppgjöfin Brynjar í þessu. Ragnheiður, Amanda. Barton setur í fingurna á stelpunum í Stjörnunni. Fær hann aftur. Laumar á glæsilegasta. Sóli með flotta vörn sem að Ragnheiður nær ekki að halda á lofti. Og Halldóra í sinni þriðju uppgjöf. Sóli með góða móttöku. Ragnheiður setur hann inn. Og Stjörnustúlkum vantar aðeins 1 stig upp á til að tryggja sig sigur hérna í annarri hreinu. Komast nær undanúrslita sæti. Góða móttaka. Sem allt og nálægt hjá Arnrúnu.
og Stjarnan tekur aðra hreinu hér 25-18. Eftir ágætis spretti hérna hjá K.O. stúlkum þá náði Stjarnan góðri forystu sem að var of mikil fyrir K.O. stúlkum til að éta upp. En við skulum taka okkur pásu. Þá fer þriðja hreina að hefjast hérna á Akureyri það sem að K.O. stúlkur tók á móti Stjörnunni. Stjarnan búin að vinna fyrstu tvær hreinunar 26-24 og 25-18 og nú eru K.O. stelpur við baki upp í vegg. Verða að taka þessa hreinu til að eiga einhvern séns á að komast í undanúrslit Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Það er að þær myndi þá mæta liði Aftureldingar sem er nú þegar komið þangað. Stjarnan vann fyrsta leik þessara liða sem fór fram á Álftanesi í fyrradag. Ef þær vinna þessa hreinu þá eru þær komnar í undanúrslit. Nema K.O. stúlkur hafa eitthvað annað að segja. Slær þetta cirka bát 3 metra út fyrir völlinn og K.O. stúlkur eru bara nokkuð ánægð með það og Arnþór ekki í uppgjöf. Engar breytingar á liðunum sem best sem ég sé. Fín móttaka hjá Ragnheiði. Erla hamraði í gólfið. Eða í hendunar á Jónu Margréti réttar sagt sem að réð ekkert við þetta. Ragnheiður setur þennan niður réttið.
með flotta uppgjöf. Dýrleif setur hennan út. Hendunar á Barton, Amanda setur hann að glæsilegan aftast í hornið. Ragnheiður átti að taka þennan, veit upp á sig söguna og 4-1. Sigurbyrjunum við sáum í annars sinu þar sem að KF-stúlkur náði góðri fórystu en Stjarnan áta upp. Fín vörn þarna hjá Arnrúnu. Fyrir eftir þennan Amanda, Erla Rán, Rósa og Dýrleif. Barton, uppspilarinn á Amundu. Sóley, athyglisverða vörn þarna og þarna dæmt fríslega hlutur að vera á Ragnheiði. Já, Marino sammála verið því. 5-1. Arnrún spilar aftur á Ástu sem laumar honum á grófasta. Var í þröngu færi, gat lítið annað gert hann að lauma og gerði það vel. Finnst í röð hjá KF-stúlkum. Glæsileg uppgjöf hjá Barton sem ásar hana Sóleyju. Og Matthew Gibson tekur leikhlé. Ætlaði að fara yfir hvað er að gerast hjá Kollunum. Þar komst Afturelding upp úr fyrstu umferð eftir sig gegn Stjörnunni. HK tryggði sér sæti í úrslitaleik eftir sigur gegn Þróttunes í 3 leikjum og rimman hitt sætið í úrslitunum er enn í gangi þar sem að KA og Afturelding berjast, þar sem að KA hefur unnið 2 leiki og Afturelding 1 leik. Sú rimma heldur áfram eftir páska. Kemur í ljós hvort það verði HK Afturelding eða HK KA. Barton 8-1. En eins og við sáum hérna í hreirunum áðan, Stjarnan getur getið hvaða munu sem er. Þriðja ásinn hjá Barton og 9-1. Ásinn í röð. KF-stúlkur með hörku uppgjafir. Sáum Ástu Lilju fyrirliða að taka nokkru röð áðan og hér er Barton og Brillera. En þessi er úti. Birta sá þennan vel. Ættum við á síðustu stundu og það er Dýrleif sem fer í uppgjöf fyrir Stjörnuna. 8 stigum undir. Skellir hérna í vegginn, vondir lagi með hana. Það er barist í hvern bolta hérna á Akureyri. Amanda með góða móttöku, fær hann aftur, setur hann á Brynju. Rósa spilar upp á Ellu. Góð vörn þarna hjá Hörgu. Þessi er úti hjá Amundu.
og ásjá Dýrleifu. Og Filip tekur nú leikli. Já, við klárum nú að fara yfir kallaleikina. Þá er fjórði kallaleikurinn 4. apríl, þar sem Afturelding og KA mætast. Ef að KA vinnur þann leik eru þið komnir í úrslitin. Ef að kemur til 5. leikar er þann 7. apríl í KA heimilinu. Æsi spennandi, við erum þar. Og hér er Dýrleif enn í uppgjöf. Úti hjá Dýrleifu. Góð uppgjöf. Ekkert vandamál fyrir Birtu og Ásthildur með glæsilega miðjusóknarna. Og Erla Rán í uppgjöf. Fín móttaka þarna, já. Helgu Guðrúnu. Ásta Lilja er að skila vel þarna úr bíóstöðinni, nýtist betur þarna á miðinni. Virðist vera. Það sé hann sjálf í uppgjöf. Góð uppgjöf sem að Ragnheiður sendur í lofti. Sex 13, 13-6 skulum við hafa þetta. Erla setur hann góður stað þarna. Barton sá boltan ekki fyrir Ninnu. Brynja fer í uppgjöf. Þessi er úti á Brynju Maríu Ólafsdóttur. Amanda klúðrar hér uppgjöf. Þá sjáum við sömu skiptingu áðan. Halldóra Margrét kemur inn á og Ninna út. Skilaði nokkrum stigum áðan í síðustu hreinu. Og þessi er rétt úti. Og Rósa í uppgjöf, 6 stiga munur. Ásta þarf að setja nauðvöldin yfir á Erlu. Þetta er einkennilegt uppspil þarna á miðuna og langt út.
Arnrún í uppgjöf með Ás. Og móttaka Erna með góðan skell hérna. Ragnheiður setur hann á Helgu Guðrúnu Helsingja og hann þetta leysir þetta vel. 18-10. Nú þarf Stjörnustúlkur að fara í gang ef þeir ætla að éta þennan mun upp. Tíminn fyrir að vera síðastur. En Barton með flottan á sérna. Matti Gibson tekur annað leikhlé. Það er því miður engin tölfræði í gangi í þessum leik. Ég ætlaði að vera duglega að skrá niður stigin en það klúðraðist náttúrulega bara í miðja fyrsturinu. Væri gaman að geta farið yfir stigaskorið. Þetta upp í netið. 20-10. Og við sjáum skiptingu hérna. Dýrleif Hanna kemur út af og Heiðrún inn á. Heiðrún Ómarsdóttir. Erla með góða sókn mitt í miðuna. Hún er ekki tætt. Og Heiðrún fer í uppgjöf. Móttaka Amanda setur hann út. En einhver sá snertingu. Stjörnustelpur ekki sáttar með Marino eins og er. En línumörður sá snertingu þarna. Sóley í uppgjöf. Birta pressar hann of nálagt. Mistök þarna hjá Káa. Ásta og Arnrún horfa bara hvort á aðra. Móttaka og Ásta góð sókn, Erla nær þessu. Brynja setur hann auðvitað yfir og Amanda, Birta, Rósa og Erla. Barton, Amanda í blokkina út. 22-12. Eina feilstjörnuna í stuðinni held ég að keyra sig í gang fyrir næstu hrinu. Það eru væntanlega ekki farið að gera neina stóra hluti hérna en að gera ná nokkrum stigum til að keyra sig í gang fyrir næstu.
Birta. Erla setur hann í hendunar á Möndu og niður. Þá þarf einhver að fara í uppgjöf og það er Brynja. Uppgjöf. Amanda. Ragnheiður og Rósa og Ásthildur með glæsilega niðursókn. Ásthildur verið meira áberandi í þessu leikinn í síðasta. Að gera nýta fleiri sóknar möguleika. Þessi er óti á Brynju. Mjög svipumst að hún sett hann áðan. Nú þarf einhver að fara uppgjöf hjá Káa. Það er Amanda. Smá einbeitingarleysi að gera vart við sig hérna á lokametrunum. Já, báðum liðum. Komum út að taka Birtu. Ásthildur. Já, þarna var enginn. Jóna var ekki komin í rétta stöðu þarna. Og Ásthildur fer í uppgjöf. Glæsileg uppgjöf í Ásthildi. Káastúlkur haldur svo floti. Rósa og Ragnheiður. Arnrún. Barton með glæsilega svo. Uss. Og Halldóra komin í uppgjöf. Nú klárt á Ás. Nei, Birta er í þessu. Rósa og Ragnheiður laumar. Slök vörn þarna. Arnrún blokkar. Rósa laumar. Og Barton setur hann aftur í hornið. En Erla er í honum. Ragnheiður. Og Arnrún klárar þessar hinu fyrir Káa. 25-15. Heldur lífi í þessum leik fyrir Káa stúlkur. En við skulum taka okkur smá pásu.
Þá fer fjórða hrina hefjast hérna á Akureyri. Stjarnan 2-1 yfir. Tóku fyrstu hrinu 26-24, 25-18 fyrir önnur og KA stúlkur voru öflugar hérna í þriðju hrinu sem fór 25-15. Þannig að greinilegt að bæði lið eru æst í að komast í undanúrslit og mæta þar afturhendingu. Og Rósa hefur hérna leik í fjórðu hrinu. Ásta slættir hennan inn. Eins og ég sagði áðan, hún nýtist mun betur sem Díó en miðja. Trykkir þessum í netið. Þessi inn. Barton ræður ekkert við þetta. Ragnheiður Tryggvadóttir í uppgjöf. Og Ásta með glæsilega svo. Þessi stelpa er að brillera þessum leik. Filip greinilega séð eitthvað annað en miðju í henni. Í móttaka Dýrleif potar í þennan. Amanda var væntanlega að reyna að fiska einhverja snertingu þarna en hitt ekki neina putta. Dundrar hann bara út í vegg. Dýrleif setur hann í netið. Erla þarf að setja hann auðveldan yfir. Ásta og Arnrún. Barton með glæsilega sóknarna á afturlínu. Búin að sjá lítið af henni í afturlínu í kvöld. Hún skilaði þó nokkrum stigum þarna í síðasta leik. Allt annað að sjá til liðsins í kvöld en hérna í fyrradag. Vel gert þarna hjá Stjörnunni. Setja Bagger rétt fyrir aftan blokkina þar sem enginn var. Og Erla Rán fyrir uppgjöf. Það verðist stigataflan eitthvað vera að trufla þau. Birta Erla Rán á afturlínu. Og góð sókn þarna hjá Amandu Caroline Martins. Amanda í uppgjöf.
Ragnheiður fær ekki að halda þessu sín megin og Barton laumar á Brynju og Erla setur hann í netið. Já, á að gera betur þarna. Var að slá boltan aftur langt. 7-3. Brynja slær þennan út. Sóli með fína móttöku. Ástildur. Barton í þessu. Og Erla fær hann allt og nálægt þetta þarna og Barton hamrar þennan í Ragnheiði sem nær ekki stjórnunum. Og Matthew Gibson tekur leikhlið fyrir stjórnuna. Gengur ekkert upp hjá þeim núna og meðan að KA-stúlkur eru hrikalega öflugar. Já, ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega tæknilegt sem að hrjá liðið núna. Kannski er þetta bara hausinn. Hann náði til að fara þegar að muninn var mikill. Ragnheiður með góða móttöku og Ástildur snærðar hann í putta, já, veit maður hann að meina. Ég sá nú bara netið þarna. Barton á Sólu. Tíu 3. Sebatölur hérna á í þriðju hreinu. En Stjörnustelpur náðu að éta upp mikið forskot í fyrstu og annar hreinu. En gera það ekki svona með klaufamistökum. Þó nokkri boltar komnir í neti núna úr sókn. Það er óþarfi. Góð móttaka hjá Ragnheiði. Ástildur og Barton blokkar þetta í gólf. Birta pressar á Gáðan. Já, ekkert að gerast hjá Garðbæingum þessa stundina. Birta með góða móttöku. Hver ætlar að skila þessu? Brynja. Barton. Ragnheiður, Birta og Brynja. Hringuslag. Ástildur, Rósa laumar. Og þessi er úti.
Ég skal segja ykkur það. 14-13, nei 14-3 segi ég. Hitt hefði mega meira sens. Ásthildur. Góð lauma hjá Brynju. Barton. Já, Stjörnustúlkur gráta þetta sko ekki. Að fá 4. stigið hér í 4. hinu. En þetta verður erfitt. 10 stiga munur. Það tekur mikið á hausinn að elta. Barton. Slær aftur 2 metra, 3 metra út. Sáum hann að gera mikið af þessu hérna í síðasta leik, hérna undir lokin. Hún fór að slá bara allt út. Spurning hvort að einhver þreyta sér farin að segja til sín, enda fær hún og Amanda að fá langmestu spili hjá K-stúlkunum. Amanda fær að setja hana í höldun yfir. Ásthildur í Einar. Arnrún, Barton. Og góð blokk þarna hjá Ásthildi og Rósu. Og Filip ekkert að geyma leikliðan sín. Tekur bara leiklið strax. Þó að það sé 8 stiga munur. Þetta er bara að stoppa þetta strax. Fjórtán 6 fyrir Káa. Brynja Maríu upp í fyrir Stjörnuna. Þarna bara hittur hann ekki. Þannig að Filip fær þetta stig fyrir að trufla Brynju hana í uppgjöfinni. Og þarna er Halldóra Margrét komin í uppgjöf. Birta með góða móttöku. Og Ragnheiður. Já, slæri puttuna á Arnrúnu. Og í gólf. Ásthildur í uppgjöf. Fín móttaka hjá Möndu og Barton. Slæri blokk út. Hún nýtir sér blokkina vel. Og Arnrún í uppgjöf. Brynja með fína móttöku. Erla. Slær þennan út. Arnrún rétt náði að beygja sig undan honum. Þetta með góða móttöku. Og Ragnheiður. Vartavinna hérna hjá K-stúlkum og Barton setur í blokkina út. Birlu og Rósa ná ekki að stýra boltanum í gólfið frá Barton. Þá sjáum við sömu skiptingu áðan. Heiðrún Ómarsdóttir kemur inn á fyrir Dýrleifu Hönnu.
Sigmundsdóttur 18-7, svo segja það fyrir fjórðu hreinu. Ætli við sem fara í odd, kemur ljós. Ás hjá Arnrúnu. Sem inni. Sjö. Fyrsta með góða móttöku. Erla. Glæsilegt slag þarna. En Arnrún ver þetta vel. Barton. Beint á Birtu. Ragnheiður. Slær þennan út. Gengur ekkert upp hjá Stjörnunni eins og er. Já, er henni ekki búið að gera í alla hreiruna. Og Matthew Gibson tekur leikhlé. Ég veit ekki hvað í óskubunum hann er að segja við sína stúlkur eins og er. En þær þurfa að gera miklu betur til að eiga einhvern séns í þessari hreinu. Heiðrún, Erla, uss. Það eru Stjörnustelpur farnar í ruglið. og Arnrún enn í uppgjöf. Slök móttaka hjá Birtu. Erla setur hann yfir. Arnrún. Barton. Þarna náðu þær blokkinni. Glæsilegt stig hana hjá Káa-stúlku. Arnrún búin að vera ansi lengi í uppgjöf. Fyrsta með fína móttöku. Og Ragnheiður setur hann, tekur hans af slaginu, setur hann laust yfir. Káa-stúlku voru ekki tilbúinir í það. En mér sýnist á öllu að við séum að detta í odd. Nema Rósa taki núna. Hvað, 15 Ása. Eða 17 í svo léleg stærðfræði. Já, það eru 16 eftir. Amanda, Barton, Rósa og Birta spilar upp á Erlu sem að slær fast á Arnrúnu sem nær ekki að dempa slagið nógu mikið og fer upp í loft. Og áhorfendur hérna í Naustnaskóla þarna látt í sér heyra og Ásta slær þarna bara í netið.
Stjarnan hann er búin að fá 4 stig í röð. Filip ætlar bara að stoppa þetta strax. Móttaka hjá Barton. Ásta setur hann lausan yfir beint í miðjuna. Þarna var enginn heima. Og K.O.-stúlkum vantar 1 stig til að tryggja sér oddarhinnu hérna í kvöld. Barton setur þennan út. Ragnheiður Tryggvadóttir í uppgjöf. Setur hann út og ég skal segja ykkur það, við erum að fara í oddarhinnu hérna í Naustaskóla á Akureyri. Sjáum þetta smá. Já, kæru áhörfundur. Við erum að detta í oddarhinnu hérna í Naustaskóla á Akureyri í annarri umferð Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Stjarnan tók fyrstu 2 hinnurnar hérna áðan 26-24, 25-18 en þá duttu K.O.-stúlkur í gang, tóku 3 hinnur 25-15 og svo gott sem völdruði yfir Stjörnustúlkur hérna í 4. hinnu 25-12 og nú erum við að fara að detta í 5. hinnu. En svo kom fram hérna áðan nokkur sinnum, Stjarnan tók fyrsta leik þessara liða og til að komast í undanúrslit þarf að vinna 2 leiki. Með K.O. sigri í kvöld förum við í 3. leik sem verður spilar 2005 út á Álftanesi. Með Stjörnusigri tryggja þær sér sæti í undanúrslitum og taka á móti Aftureldingu. Og fyrsti leikurinn í fyrirrúmi myndi fara fram 5. apríl. Nú spurningin hvort liða meira inni í 5. hinnu.
Bæðili nokkuð jöfn að getu en ég held að þetta sé dálítið hausaleikur. En 15 er farin í gang. Uppgjöf frá Arnþrónu. Hér er hart barist í fyrsta stiginu. Ásta í Birtu. Erla. Barton og glæsileg blokk hjá Erlu Rán. Erla Rán hátt uppi. Fer ekkert auðveldlega í gegnum hana. Og Stjarnan með fyrsta stig hérna í 5. Og Ragnheiður Tryggva í uppgjöf. Barton með góða móttöku. Kemur sjálf, laumar, Birta vel vakandi, Rósa, Heiðrún. Ásta. Og Erla slær í fingurna á Ástu. 2-0. Já, breyting hérna sem ég sé hjá Stjörnunni. Heiðrún Ómarsdóttir er komin inn á fyrir dílifu. Káaliðið er óbreytt. Amanda og Barton. Setur hún að Erlu, Birta. Erla. Barton. Góða sókn. Og fyrsta stig Káa í hús hérna í 5. Út hjá Barton. Hreinan er upp í 15. Hvert klúður vegur meira. Þannig að liðin vilja halda þeim í lágmarki. Og Heiðrún Ómars í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Amanda. Barton. Smá svona eitthvað vesen hjá Káa-stúlkum. Erla. Ekkert vesen hjá henni. Setti þennan aftarlega á völlinn þar sem enginn var. Og Filip tekur leiklega. Smá svona kaos virðist vera Káa megin núna. Aðeins yfirvegara spil hjá Stjörnunni. Þeir eru væntanlega bara aðeins að róa sína leikmenn. Nú kemur ljóskunni Káa konum tekst að elta. 4-1. Góð uppgjöf. Já. Lítið sem gengur upp hjá Káa-stúlkum núna. Sterk uppgjöf hana hjá Heiðrúnu. Þá gerur skiptingu. Ninna kemur inn og Sóley út. Þessi úti hjá Heiðrúnu. Það skipta það tilbaka. Sóley inn og Ninna Rún út. Einu uppgjöf. Ásthildur spilar upp á Brynju. Új.
Rósa á Erlu. Amanda á Barton og Birtu. Erla með glæsilegt slag. Stjörnukonur líta mun betur út hérna í fimmturinu en það gerði í síðustu tveimur. Erla setur hann í netið. Kástúlkur ánægð með það. Þægilegt að fá stigin gefins frá andstæðingunum. Og Ásta Lilja í uppgjöf. Góð uppgjöf sem Ragnheiður ræður ekki við. Arnrún, Amanda og góð sókn hjá Amandu. Caroline Martins. Alveg góð. Það er hafa átt í erfiðleikum með Ástu. En góð sókn frá Erlu Rán. Fjögur fyrir Stjörnuna. Uppgjöf hjá Brynju. Amanda setur hann í blokk. Góð blokk hjá Ásthildi og Rósu sem hann fagnaði eins og brjálæðingar enda að gera. Og nú eru komin í 8. Það hljóta liðin að skipta vallarhelming. Brynja í uppgjöf. Góð móttaka og Amanda með glæsilega sókn. Setur hann á góð stað. Heldur Káastúlkum inn í leiknum. Glæsilegu uppgjöf hjá Möndu. Allir tilbúinir í langan bolta en hún tók af slaginu þarna. Birta Rósa laumar Barton á Amöndu og góð blokk hjá Stjörnukonum. Ásthildur fer í uppgjöf. Góð móttaka, dálítið nálægt kannski, Barton, já, dæmt net, trúlega, nei, bara úti. 10-6. Guðrún og kannski gera betur þarna í móttökunni. 11-6 og Philip tekur leik hér.
Já, það eins og liðin að við skiptum haus þegar í lok fjórðu hreinu ekkert að gerast hjá K.A.-stúlkum en Stjarnan lítur vel út. Ástildur í uppgjöf. Amanda með slaka móttöku þarna. Uppgjöfin virkaði frekar auðvelt frá Ástildi og örugg en Amanda fór illa að ráða sinu þarna. Það gerir K.A. skiptingu. Ásta Lilja kom út af sýndist mér og Eyrún Tanja inn á. Önnur góð uppgjöf hjá Ástildi. Barton slæði hann í netið. Já, nú eru K.A.-stúlkur bara hættar held ég. Hreinlega. Og Filip skipti henni tilbaka. Já, Ástildi setur þennan netið. Gefur K.A.-stúlkum stig hérna en ég efast að það hafi mikið að segja. Hjemma Haldun og Margrét sé ekki tilbúin til að fara heim strax og tækja nokkra ása. Nei, fín móttaka við Brynju og Heiðrún með flott slag. Það er Rósa að klára þetta hérna fyrir sína konur. Góð uppgjöf. Fín móttaka hjá Möndu. Barton og Birtu. Rósa og Ragnheiði. Og Stjarnan tekið sér hérna í undanúrslit með sigri í Oddahrinu hér í Naustaskóla á Akureyri. Eftir takmarkagóðar þriðju og fjórðu hrinu. En þær komu svo sannlega tilbaka inn í 5. hrinu. Komnar í undanúrslit. Spila þar á móti Aftureldingu 5. apríl. Sama dag fer fram hinn undanúrslitaleikurinn. Þróttunes og HK. En við hér á Sport TV þökkum fyrir okkur í kvöld. Góða helgi, verið sæl. Nýjar vörur, Under Armour Kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Your father's gone. You could pick up where he left off. There's an organization looking to start a global genocide. Oh, that's not gonna happen. Now I see the likeness. Recklessness. I'm not a superhero. Tomb Raider, frumsýnd 16. mars.
Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is